Velkomin í ræðuna. Við erum komin með tvo góða gesti hérna við hringborð atvinnulífsins eins og köllum það. Rakel Guðmundsdóttir, eignarhaldsstjóri hjá Alfa framtaki, framtakssjóðum og Georg Lúðvíksson, framkvæmdastjóra Spesíu og fyrrum stofnanda Meniga. Velkomin bæði. Mig langar eiginlega að byrja á þér, Rakel. Þið hjá Alfa framtaki þið svona reynið alltaf að bera kennsl á svið þar sem fyrirtæki eiga meira inni og reyna að kaupa þau og hjálpa þeim að hlaupa hraðar og núna hafi verið með fókusin á þetta sem svið að hjálpa þeim að selja og flutti inn erlenda ráðgjafa og þú varst með ágætis færslu líka þetta á LinkedIn að svona talaður að samtali við stjórnendur í stjórnarherberginu svona bendi til þess að það skorti kannski meiri dýpt í umræðinu, hvernig hægt að ná meiri árangur í sölu. Geturðu aðeins bara sagt okkur hvernig þetta þróaðist hjá ykkur sem svona eitthvað sem þið vildu leggja áherslu á? Já, við náttúrulega, við erum framtakssjóður, þannig að við eigum fyrirtæki jafna í 4 til 6 ár, þannig að við erum alltaf að hugsa bara hvernig getum við hraðað árangri þessara fyrirtækja og erum búin að sjá og sem bara líka samræmist eins og bara svona stúdíum og erlendu framtakssjóður að bara vöxtur fyrirtækja er það sem drífur virðið hvað mest og og þú veist kannski svona stereoímyndina einhverjum framtakssjóði er svona þú veist að koma inn og vera með eitthvað kostnaðarhagræði en það er í rauninni miklu áhrifaríkara að drífa áfram vöxt hvort sem er bara með verðlagningu, vöruþróun eða aukamagn og það fór ég svona bara að hugsa í gegnum bara alla portfóljón okkar og líka bara við náttúrulega skoðum 200 fyrirtækja sem við fjárfestum svo ekki í að vera oft svo bara svona finnst mér grunnt á þessum þáttum öllum hjá fyrirtækjum og í rauninni finnst mér mjög lítið vægi á stjórnarfundum og í rauninni þegar við leiðum svona 100 daga plan þar sem við upp að fjárfestinga þar sem við erum í svona stefnumótun og við erum með eitthvað markmið vöxt en svona þegar maður fyrir að hugsa það er ekkert mjög svona áþreifanlegar aðgerðir sem er búið að svona koma auga á hvernig á að ná þessum vexti og þá fór ég við var svona bara inspirerað af bók sem heitir Confession of a Pricing Man sem við höfum svona haft til hliðsjónar stundum hjá okkur og þá fór ég bara að kanna í rauninni bakgrunn höfunda þeirra bókar og kom auga á þetta fyrirtæki Simon Kucher sem er svo bara leiðandi ráðgjafi í þetta sem ég kalla commercial excellence sem mér finnst við ekki eiga svona gott hugtak yfir og þá svona áttuðum við að það er rauður þráður bara í öllum okkar fyrirtækjum, þau eru náttúrulega gjörólík en öll geta hraðað vexti myndi ég segja og það líka sýndi sig bara að það var alveg svakalegur áhugi hjá stjórnendum fyrir þessu málaflokki og svona mér finnst við ekkert eiga mikið kannski að ráðgjöfum af þessu sviði á Íslandi og við gerðum svona líka bara svona stúdíur fyrir viðburðin þar sem var svona bara hvar teljið þið mestu óeinlistu tækifærin og það var eiginlega einmitt þetta var 30% sem sögðu bara þú veist í árangri sölustarfs og maður sér að þetta er rosalega mikið svona trial error og leita bara í að þú veist almennt auka markaðskostnað eða rebranding eða leysa öll mál en ekki kannski bara hvernig við ætlum að og meira þetta núverandi viðskiptavinum eða hvernig ætlum við að sækja nýja markaði og svo framvegis. Áhugavert og hvernig var svona þáttakan hvernig voru svona umræðurnar á staðnum þú veist var skapaðist eitthvað svona gott dýnamískt samtali við þessa hvað var þetta danskir eða sænskir ráðgjafar? Já, þetta voru aðalar frá skrifstofunum í Danmörku það var það skapaðist mjög skemmtilegt samtal þeir eru auðvitað að vinna með bara risa fyrirtækjum þannig að og þú veist, umfangið á þeirra verkefnum bara hleypur á 20 milljóna þannig að það var ótrúlega gaman að geta veitt okkar stjórnendum svona aðgengi að þessari reynslu en það var mjög gaman að sjá hvað þeir svona gátu samt heimfært þú veist það sem þeir eru að vinna með risa fyrirtækjum yfir í bara svona konkrét einfaldar aðgerðir sem við gátum heimfært strax á okkar fyrirtæki og ég var svona svolítið með svipun á lofti og mikla væntingar í daginn að við vildum, þú veist, þetta átti ekki að vera bara að mæta eins og maður mætir oft á viðburði og það er einhver hugveikja en svo bara ertu komin að hamstarhjóli daginn eftir sko, þannig að ég var alveg með svipun á lofti að það þyrfti að vera einhverja aðgerðir út úr þessu og sem hefnast mjög vel því að sko besta sagan er að eitt stjórnandinn hann sendi post á allt fyrirtæki sitt í miðjum viðburði
og breytti sko einnig nálgunum varðandi cross eða svona upselling þannig að það var alveg, já, það var margt sem stjórnin tók út þessu og við erum bara búin að sjá strax í framhaldi bara búið raungerast dæmi eftir daginn sko. Ok, gaman að heyra. Georg, ég held ég hafi, kannski manstu það betur en ég held ég hafi verið á viðbyrði fyrir svona rúmlega 10 árum hjá Startup Reykjavík þess að þú varst frummælandi og snerist einmitt þetta, þú veist að akkur sölumerska svona neikvætt og eitthvað svona sem þú veist, aftarlega í röðin oft í til dæmis á sprota- og tæknifyrirtækjum þú veist, það sem kannski einhverju tæknilegir þú veist, það eitthvað sem einhverju sem með tæknilegan bakgrunn sem stofna fyrirtæki og en svona eru kannski ekki alveg með getunni að selja það sem búið til ég talaði við einn sem var á viðburðinu hjá okkur Rakel og viðkomandi vildi meina bara að hluta þess að væri að orðið sölumennska og hugtaki væri bara blótsyrði í íslensku og það væri svona erfitt að búa til eitthvað svona að gera þetta eitthvað virðingastöðu eitthvað sem fólk sækist eftir í að Já, hvernig... ég hef einmitt talað mikið þetta að og ráðlegg ungu fólki og frumkvöðlum að prófa að læra að selja því í öllum viðskiptum þá sölumennska grunnurinn eiginlega öllu fyrst að þú byrjar á byrjuninu og ert að stofna fyrirtæki þá þarftu fyrst að selja sjálfu þér þessi góð hugmynd svo þarftu að selja einhverjum meðstofnendum að koma með þér í þessa vilsu svo þarftu að selja viðskiptavinum og fjárfestum og þú ert stöðugt að selja hugmyndir og almennt mikið að mýtum og svona neikvæð fólk upplifir sölumennsku oft sem eitthvað svona neikvæð starfa sem verið að pranga einhver inn á fólk en góð sölumennska bara mjög vísindaleg og verkfræðileg nálgun á hvernig hámörkum við virði og svona sama hvort fyrirtækið nýtt eða gamalt einhvern veginn finnst mér sorglegast í heim þegar mikil vinnu lögð í frábæra vöru að þjónustu og svo fær enginn að njóta hennar af því að fyrirtæki kann ekki almennilega komin á framfæri. Það svo mikil sóun. Þannig að taka þetta föstum tökum og þjálfa og skipuleggja fyrirtæki og þjálfa starfsfólk þess til þess að standa sig vel þarna. Þetta held ég eitt af því sem að ég þekki nú kannski mest frá svona frumkvöðla og sprotastiginu en ég held bara á öllum stigum á Íslandi þarna eitt mesta tækifæri til að gera betur. Maður kannski hendinni einu þarna sko að þú veist, við sjáum það bara eiginlega án þess að ýkja sko að fólk bara heldur í alvörinu að varan eða þjónustan selji sig sjálf. Bara hún sé það frábær, hún selji sig sjálf. Þannig að finnst það svona svolítið gegnum gangandi í, svona ef við tala fyrir Ísland í heild, veist hvað við erum einhvern veginn svona reaktiv þegar kemur þessu, býðum bara eftir að sími hringi sko. Já, sem að gerist mjög sjaldan og ég þekki líka rannsóknir mikið á svona árangri frumkvöðlafyrirtækja og það bara mjög skýrt í þeim rannsóknum að það salan og markasetningin sem skilur miklu meira milli feiks og ófeiks heldur en varan eða aðrir þættir. Þetta þarftu allt en það miklu betra að vera með góða sölu en slaka vöru, þú getur lagað það seinna, það mörg þannig dæmi í viðskiptasögunni. Oracle hugbúnaður var lélegasti gagnagrunnurinn á 9. áratugnum en var með langa aggressívust og bestu sölumennskuna og svo voru löguðu þeir bara tæknina þegar þeir voru búin að ná markaðsráðandi stöðu. Þannig það miklu betri leið heldur en öfugt. Að vera með bestu vörun og kunni ekki að selja hana, það tapar venjulega. Þannig að þetta líka heill skóli svona í Bandaríkin eru líka almennt held ég miklu lengra komin þegar kemur á sölu heldur en evrópsk fyrirtæki. Það ekki séríslenskt fyrirbæri. Ég sé sömu og ber saman startup og svona fyrirtæki sem eru ekki kannski mjög langt komin, Evrópu og Bandaríkjunum, þá bandarísku fyrirtæki kannski bara með 1/3 af starfsfólkinu í sölu, meðan það kannski bara engin eða 1 sölumaður í evrópsku fyrirtækjum. Það bara eitthvað sem það pæli þeir eru búin að byggja vöruna. Þessi öfugt farið, oft viltu selja fyrst og byggja vöruna svo. Og nær dreifingunni og þá hefur kannski svona tíma til þess að ná í skotti á tækninni, jafnvel þó einhver lítil tæknifyrirtæki sem einmitt ekki með þennan kraft til að selja, en það vantar líka oft peninga og ég meina það til þess að fjárfesta í þessu fólki, sem þú veist að segja, sölufólki og þið að koma inn með pening og þú veist, hafið skoðun á því hvernig honum varið inn í fyrirtæki, Rakel, þú veist, hafið þið gert nóg mikið ráð fyrir því að, þú veist, fjárfesta í þessum hluta starfseminnar? Þegar þið hafa verið að koma inn til dæmis í
svona tæknifyrirtæki? Einmitt. Ég myndi segja við erum bara sjálf, að leggja alltaf meira og meira áherslu á þetta núna, en það skiptir líka bara máli að það er ekki bara nóg að fjölga sölumönnum, það þarf líka að þjálfa þetta fólk. Þjálfa að, að selja virðið sem er í vörunni. Þannig að ég held að það sé alveg rosalega mikil tækifæri líka, ekki bara fjölga þeim, heldur líka svona bara hvernig erum við að, bara meðhöndla þessa pípu sem við höfum, hvernig getum við náð betra win-rate og hraða ferlinu. Þannig að Já, þetta þarna snýst mikið það. held ég að Rakel hitti naglann á höfuðið því að þetta er vísindaleg nálgun og það er aðferðafræði sem búið að þróa í áratugi, hvernig er þetta að selja og það er B2B sala og B2C sala og það er alls konar, bara það er þetta að þjálfa sig mjög vel í þessu. Og en það er líka ákveðna mýtur í gangi og stundum skilningsleysi á stjórnendum eða stjórnum að sölumennska sé einhver svona kúrekastarfsemi og það snúist bara að vera nógu aggressífur að loka sölum og eitthvað, meðan þetta er alls ekki þannig. Þetta er alls konar hliðar á þessu að bara vera með svona professional, vísindalega sölu pípu stjórnun og þjálfun einmitt á hvernig kemur þinni vöru eða þjónustu á framfæri á sem bestan hátt og þú mælir árangur og bætir og svo með hvatakerfi og það heil vísindagreinu í því hvernig erum við með bestu hvatakerfi fyrir sölumenn og það er að taka þetta mjög langt í að gera þetta vel en þjálfun er undirstaða alls, sammála Rakel. Það kannski ekki mikil hefð fyrir hvatakerfum í launum á Íslandi svona almennt og íslensku vinnumarkaði, launin er þetta há en grunnlaunin er mjög há, kannski þá ekki mikið rými fyrir til þess að bæta hvatalaunum, en ég talaði við eina konu sem er framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki á fyrirtækjamarkaði á Íslandi, sem er aðalega fyrirtækjamarkaði á Íslandi og spurði svona hvort að hvernig hún teldi verið að gera til þess að bæta þetta íslensku fyrirtækjum. Hún sagðist alltaf að það ætti að vera auðvelt ef við hvetjum fólk til að leggja þetta fyrir sig, jafnvel fólk sem er með ólíkan bakgrunn en er með þessa samskiptahæfni sem er kannski eitt lykilþáttur sérstaklega í B2B fyrirtækjasölu og það ætti að vera auðvelt af því að það er svo auðvelt á Íslandi að fá fundi, sérstaklega ef þú ert að nálgast viðskiptavini á Íslandi. Það er stutt, þú þekkir eitthvað og en er það kannski hluti af vandanum? Af hverju þetta hefur ekki byggst upp sem grein á Íslandi að það er of auðvelt? Þetta er Ég held það, ég tala fyrir því. Þetta er ekki ná mikil áskorun til þess að þróa þetta svið. Ég talaði með Menika náði miklum alþjóðlegum árangri og eitt af leiðandi fyrirtæki með þröngu sviði, heimilisfjármála hugbúnað fyrir banka. Og árangurinn sérstaklega fyrstu árin taka ég fyrst og fremst mikill áherslu á sölu og agari sölumennsku og þar leksíurnar sem maður lærir á Íslandi, það sem eins og þú segir, auðvelt að fá fundi, þær eru ekki mjög hjálplegar þegar maður til dæmis alþjóðlega að selja vöruna. Það bara þarf aðra nálgun, þú færð ekki fund á sama hátt, en þú getur alveg náð árangri þar, en þú ert að skilja það. Þannig að já, ég held að það er mín kenning allavega, að það sé mikið til í því hjá þér, Andrés, að það sé kannski of auðvelt stundum og þá sé þess ekki gefist nógu mikill gaumur. Já, það er reyndar alveg góð punktur, ég pælti því en ég held samt að við séum svolítið að sofa verðinum, við vorum líka að ræða bara tækifæri í núverandi viðskiptunum, það er alltaf að vera dýrara, sölu markaðskostnaðar að sækja nýja og tækifæri að hlúa betur og ná meira út úr núverandi viðskiptunum og við erum oft ekkert kannski að horfa á við erum kannski með mjög dýrmæta viðskiptavinni sem var hrikalegt að missa en það er ekki kannski mikið fyrir framan okkur og hvað við erum að gera til þess að viðhalda því sambandi komið veg fyrir að það gerist og maður þarf oft svona að draga fram fyrst mér á stjórnumfundum bara, erum við búin að missa ykkur á viðskiptavinni og það þarf alveg svona draga með töngum út í stjórnum bara já, reyndar þá þessi út af því og það er kannski bara því við vorum ekki að rækta sambandinu og vel eða hlusta á þarfinnar Já, ég tek líka undir þetta. Þannig rannsóknin sem ég sé er að 4 sinnum dýrar að ná í nýja krónu hjá nýjum viðskiptavini heldur en gömlum svona almennt litið í flestum brönsum. Þannig að hvert fyrirtæki þarf líka, þetta er strategíska ákvörðun, hvað því eða miklu effort í að viðhalda og selja meira til núverandi hóps og það fyrir þetta aðeins eftir aðstæðum, er hægt að selja meira eftir með eitthvað meira að selja og sem eru tækifæri til krossölu eða ætlar að fara í nýja. Og stundum eru fyrirtæki bara með gjör ólíkan balans eða kolrangan balans þarna eða allir í orkunni í nýja þegar þeir kannski ætti að vera eða 2/3 af orkunni í núverandi viðskiptavini eins og þú segir. Þannig að þessi balans er líka mjög
og þú þarft stundum ólíka típur, það stundum talað svona farmers og hunters, svona veiðimenn og þá sem eru og bændur, og þá ertu kannski meira með þá sem eru svona byggja upp sambandi og við núverandi viðskiptavini til þess að byggja upp stækka þá köku versus kannski aðeins aggressívar eða þú ert að leita á nýmið. Hvað er þetta að gera svona strúktúrelt? Ég meina, hvað getur verið fyrsta fyrirtæki? Því og við vitum það nú að það er mjög erfitt að breyta, það er erfitt að kenna gömlum hund að sitja á eitthvað mjög vel við í fyrirtækjarekstri eins og öðru og þú veist, á endanum þó við förum í einhvers konar ákveðs eitt stjórnendadag og fáum innblástur eða förum í rebranding og einhvers stökkar brandbók sem fer sinni í skúffu, þá er mesta líkurnar að við höldum bara áfram að gera hlutin eins og þeim alltaf gert á. Og við erum með sama fólki og sama skipulagið og sama skipuritið og það er eitthvað að gera strúktúrelt til þess að gefa þessu meira vægi, þú veist. Þetta sem þú segir að kalla eftir þessum upplýsingum í stjórnarherberginu, en mögulega eru við ekki með stjórnarmenn sem eru almennt og stjórnarfólk sem er nógu mikið að hugsa um þessu hluti. Ég veit hvernig það var svona einna loka köflu dagsins var í rauninni bara svona lykilmælikvarðar sem snúa þessu og algengustu, þú veist, við erum svo mikið alltaf eða tími að horfa í baksinn í speilin í staðan fyrir að horfa á mælikvarða sem eru sko, þú veist, við tökum einhverjar ákvarðanir út frá, þú veist, bara eins og hvernig er bara árangur per starfsmann í framleiðið að tekjum eða þú veist, hvert er win-rate okkar eða þú veist, það fullt af mælikvörðum sem bara skortir gjarnan. Og ég hef einhvern veginn svo miklu að trúa bara ef við komum, eða það er alltaf það sem er í okkar valdi að komi sá dagskrá stjórnar, að þá trúi ég einhvern veginn að þá skapast umræðan og þá, þú veist, þá dýpkar samtalið og leiðir niður svo fyrirtækið. Og við rættum reyndar líka einmitt með hvatakerfin, ég held að sé svo mikið óeinlegs tækifæri líki bara svona ófjárhagsleg hvatakerfi, þú veist, það bara starfsfólk fái, þú veist, viðurkenninguna eða þú veist, bara sýnilega fyrir aðra fyrirtækin, það þarf ekki alltaf að vera fjárhagslegt eða getur verið að fara út að borða eitthvað, ég held að sé rosalega mikið tækifæri þar. Þetta var svona, ég vil allavega svona reyna að innleiða hjá okkar fyrirtækjum til þess að koma þessu ofar á dagskrá. Og ég held að þetta sé bara rétt hjá sem Rakel er líka það sem þau eru að gera eins og samanber þessa grein og fá þessa erlendur ráðgjafa. Hér eru erlendir ráðgjafar og innlendir mest kannski erlendir á sveimi í alls konar sviðum fyrirtækjareksturs, en ég held að sé bara mikið tækifæri að vera með þá fá inn ráðgjafa og þjálfun í stefnumótun í sölustarfsemi og hvernig á að mæla og umbuna og allt sem því fylgir. Það sé bara mjög stórt tækifæri því þetta er ekki endilega þannig að þetta sé risastórt verkefni. En þetta bara, ég held að þetta sé bara oft ekki nægilega mikið á radarnum og fyrirtæki séu kannski að fara í stefnumótun í vörumerki eða vöruþróun eða einhverju alls konar hlutum, en gleymi oft þessari hlið að vera með bara gott og vel strúktúrerað og vel rekið söluteymi sem að er kannski besta ástunin á fjárfestingu eða tíma. Talandi, gríp þessi orð hjá þér, Georg, fjárfestingu og tíma. Við erum að fara bara östuð að skipta umræfnið í lokin. Við erum að fara inn í svolítið síson af viðburðum í viðskiptalífinu og þið voru að skipuleggja viðburð fyrir ykkar lokaði viðburð, Rakel. Ef þið svarið hvert fyrir ykkur, farið á jafnmarga viðburð og gerðu áður og finnst ykkur viðburðaformi það hefur verið nokkuð óbreytt ansi mörg ár, jafnvel áratugi, finnst ykkur þetta ennþá vera svona jafn gagnlegt og þú veist að sitja hálfan dag, heilan dag, hlusta á panela, upptökur af fólki, það er viðskiptaþing í næstu viku sem ég veit ekki hvort þið eru bæði skráð á. Þú veist, hvernig finnst ykkur svona viðburðir vera að eru þið jafn mikilvægur á áður eða jafnvel verða mikilvægari, hvernig lítið á þetta? Þú byrjar að kalla. Ég mætti alveg vera duglegri. Já, ég veit ekki hvað skal segja, mikilvægari en áður. Jú, ég held bara... Leggið upp úr því að mæta á þessa viðburði? Við gerum það. Nokkur hættir alveg til að svolítið svona festast inn í hamstrahjólinu og vera svolítið svona bara of innhverf, sko. Þannig að okkur finnst það mjög mikilvægt, já, alveg klárlega. Ég hef fylgst ágætlega með þessu. Sem truflar mig oft í þessar viðburði, mér finnst erfitt að finna viðburði sem að mér finnst mikilsvirði að mæta á. Eru oft kannski, ég held að vant sem sagt, Íslandi kannski stundum smá agaleysi í skipulegginu svona viðburð, það er ekki kannski búið að synka alla sem er að tala, þeir sé ekki að tala sama hlutin, heldur sikkot hlutin og svona
mætti skipuleggja það oft betur en svo reynir maður nú bara held ég að fókus á sinn rekstur og það svona einstaka sinnum eru viðburðir sem maður vill fara á og manni finnst skila verið í og svo hef ég nú líka svona, ef það eru viðburðir sem ég langar bara persónulega að hafa þó ég get ekki réttlæta því að sé að hjálpa mér í daglegu starfi, þá svona leyfi ég mig kannski einn og einn þannig líka. En leyfi ég farin að fara á marga þannig, þar sem ég bara akkur ekki í vinnunni, þá verð ég mjög eirðarlaus. Ætlið á Viðskiptavík? Ekki í ár, nei. Nei, ekki ég persónulega, en hluti á teiminu. Og ekki Kristof Frostadóttir, ég sá að RÚV gerði mikið úr því að hún ætli ekki að ávarpa þingi eins og forsætisráðherra gerir yfirleitt. En ég held nú svona ef maður þekkir hennar feril þá þurfi vel við viðskiptaráðs ekkert að örvenda, hún er fyrrverandi starfsmaður og viðskiptaráðsins og já, bara þekkir sviðis mjög vel sko. Það var nú einhver önnur, jú, það er tenging sem ég ætla ekki að nefna en hún er líka með persónulega tengingu inn í ráðið í dag sem að nær langt eftir en ég fatt að ákast ekki erindi til hlaðvarp. En gaman að fá ykkur og takk fyrir spjallið, bæði Georg og Rakel, og það verður spennandi að fylgjast með ykkar fyrirtækjum, bæði portfóliófyrirtækjum ykkar Rakel og þetta spesíu þið eru að fara að selja hérna næstunni. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, við hlakkum til að fara. Er eitthvað að frétta hvenær þið komið í loftið? Já, bara við erum á síðustu metrunum, þannig að með vorinu, góði hlutir gerast með vorinu. Akkurat. Við fylgjumst með, takk kærlega. Takk kærlega fyrir. Góða helgi. Það er hreyfingarlistin fastur liður hjá okkur sem svona það sem fyrir mér fréttir vikunar og fréttir dagsins. Við erum með Þorstein Friðrik og Kristinn Árna Hróbjörnsson. Fyrst Brunnur lokar þriðja sjóðnum, 7,2 milljarðar, aðeins minni heldur en síðasta sjóður sem var held í 8,6, en þetta er enda svona first close eins og ég skil það og það kemur fram að þeir ætla að nálgast fleiri fjárfesta og geta stakkað upp í 10 ef þeir náði eða þau út febrúar. Kiddi, Kría sem þú þekkir og átti þátt í að koma á fót að leggja inn 16 lífeyrissjóðir líka sem eru basically allir lífeyrissjóðir landsins. Hvernig lesti þessar fréttir? Er þetta ekki bara vel gert hjá þeim að ná að loka þessu svona erfiða umhverfi sem við erum í? Jú, klálega sko. Ég held að það sé, ég man ekki nákvæmlega tölurnar, það er eitthvað svona að tala með að þriðji sjóðurinn sé alltaf svona ákveðin þröskuldur. Einhver sagði mér að þú veist, þú reisa fyrsta sjóðinn á einhverju pitch-dekki og þú reisa annan sjóðinn á vonastjörnum og reisa þriðja sjóðinn á returns. Og það er þá náttúrulega hefur hjálpað þeim að hvað Oculus gekk vel á sín tíma. Já, Oculus það er alveg 2016 fyrir fyrsta sjónu þeirra en fyrsta fjárfestingin. Já, en þannig að returnaði bara mjög vel fyrir þann sjóð þannig, skilst mér, og þú veist, þannig að þú kom með sjóð sem sjóðstýringar aðila sem byrjar að skila einhverjum peningum sem náttúrulega jákvætt. Af því að á einhverju tímapunkti þá hættir þetta að vera góðgerðarstarfsemi eða einhver svona hugsjónastarfsemi hjá lífeyrissjóðum og fleiri aðilum og þetta byrjar að vera business ákvörðun sko, meira. Algjörlega, svo er þetta Silfuberg líka, Friðriksteinn afsakið og Ingibjörg. Þau hafa nú verið mjög duglegir, voru líka í fyrsta sjónu hjá Alfa og mögulega öðru sjónu líka, þannig að þau hafa verið mjög duglega að taka þessu fengu út úr Omega Pharma-sölunni og öðru sem þau hafa gert til að setja aftur inn í atvinnulíf á Íslandi. Já, það var, sko, ég held að fyrsti Brunnusjóðinn hafi verið með alveg slatta af einstaklingum líka, sko. Það var alltaf, eða svona family offices og fyrsti Króperi líka, þú veist, þannig að fólk var svona aðeins að prófa sig áfram með þetta og í svona stærri heiminum svona erlendis eru svona stofnanir, foundations og family offices alveg slatta partur af þessu, en það bara ekki ennþá búið að kannski
svona, það ekki búið að stofna að væðast á Íslandi jafn mikið og erlendis sá partur af svona bakenda fjármagninu sem fer inn í Landsdómsjóði Nei. og svo, þú veist, já, þannig að ég held að það sé alveg góðs viti en það einhvern veginn sama ennþá upp á teningnum og maður hafði áhyggjur af svona í makroumhverfinu og þegar maður var að skoða þetta sem mest að það eru og tala einsleitir fjárfestar á bakvið sjóðina, þú veist, að þú ert með 16 lífeyrissjóði og þeir svona kannski svona lítið til hvers annars sem þýðir það ef einn eða tveir hætta að fara í venture þá alveg ekkert ólíklegt að mjög margir hætta að fara í venture og þá ertu ekki með neitt annað. Tryggingafélögin ekki að taka þátt í þessu, við erum ekki með, háskólarnir ekki með risasjóði sem að taka þátt í þessu, við erum ekki með einhver önnur apparat sem að setja peninga í venture á Íslandi, þannig að það svona kannski það sem helstar ágjör á í makroumhverfinu, þó að það er mjög gott að hafa náð að klára lokasjónum, sko, það bara ekkert eðlilega vel gert. Þú þekkir frá Running Tide meðal annars og öðrum svona loftslagsverkefnum að svona stemningi getur breyst mjög skömmum tíma gagnvart svona fjárfestingum. Nú stemningin orðin mjög andsnúin til dæmis svona business to business hugbúnaði, SaaS hugbúnaði, þau félög sem að höfðu verið mjög hátt metin í sem voru komin að marka og líka óskráð félög eru tiltölulega ódýr núna, hafa lækkað 10%, HubSpot, Figma, Adobe, Atlassian, fullt af félögum sem að ServiceNow og fleiri svona risa fyrirtæki sem að menn virðast ekki að trúa á að muni skila þessum tekjum sem að var búið að spá og að gervigreindi muni éta þennan hugbúnað. Hvað þýðir þetta fyrir venture? Ég meina þeir eru mikið af þessum íslensku sjóðum, líka private equity sjóðum eru fullir af tæknifyrirtækjum, Alfa og tæknifyrirtæki, Vexeya tæknifyrirtæki, Horn eitthvað í þessu, þú veist, hvað gerist, þú veist, hætta menn að fjármagna svona fyrirtæki en á sama tíma kannski eru menn kannski ekkert endilega að færa niður eignasafnið sem menn eru komnir inn í. Hvernig metur þetta núna ef þú værir með hugbúnaðarfyrirtæki annarkvort sem fjárfestir eða stofnandi? Ég meina, ef þú ert með fyrirtæki nú þegar og það einhver gangur og þá held ég að þetta snúist að miklu leyti að hugsa hvernig eða hvað áhrif þetta myndi hafa á þig. Þú veist, það er svona doomsday pælingin gagnvart þessu að fyrirtæki fari meira og meira mæli bara að smíða sín eigin internal hugbúnað með einhverju gervigreind og allt þetta. Þú veist, raunveruleikinn þar líka, þú veist, við getum öll farið út í búð og keypt okkur borvél og parkett en þú veist, einhver hluta vegna þá eru fyrirtæki samt að fá iðnaðarmenn til þess að viðhalda húsum sínum. Þannig að þú veist, þetta mun klálega balansast eitthvað, þú veist, ef þú ert þú veist, fyrirtæki í ákveðinni starfsemi þá ekki endilega víst að þú viljið smíða allan hugbúnað sjálfur og svo það sem að svona tæknifólk í kringum mig segja mér að það gengur, á einhverju tímapunkti kannski skalinn hugbúnað og þannig að þú vilt bara vera með sérfræðinga í því, þú veist, þannig að kannski mun bara þjónustustarfsemin þarna mun breytast líka. En ég held að það sé alveg klárt mál að þetta mun hafa svakalega mikil áhrif á svona heildarstrúktúrinn, því að þú veist, það kannski líka eitthvað ákveðið signal, þú veist, hjá þessum félögum það er kannski verið að gera ráð fyrir því líka að síðan þá kannski fara að þakka starfsfólkið úti til þess að vera með betri hlutföll og okkur svoleiðis. En ég meina það bara venture hefur lengi bara keyrt rosa mikið á svona þessum returns sem að verða til út af því að hugbúnað dreifist svo ódýrt og svona tiltölulega fjármagns léttur bransi og það er búið að gera ennþá fjármagns léttari, þannig að það er alveg spurning sko hvar er venture bara að fara að koma seinna inn, þarftu núna seed funding, er það ennþá konsept, þarftu 5 gaurar með 100 milljónir til þess að gera eitthvað app eða er þetta bara einhver tveir dútar inn að helgi og cloud code sko, það er einhvern veginn, maður veit ekki alveg sko. En það er svo öðsnúðu sko, það eru 50-40 manna teimi að reisa seed-round sem eru stærri en þú veist, stærstu F eða E-roundin sko voru fyrir 2 árum.
ef þau eru í gervigreind eða eru einhvers konar með einhverju sérþekkingu í á svona stórum tungumála forritum en eða módulum. Já. En getur verið að þau félög sem að, þú veist, eru kannski eitthvað svona með mjög stykki hugbúnað, eru með gögnin frá kúnnum inn í eins og CRM-kerfi eða bókhaldskerfi eða já, bara forritið eins og Salesforce sem dæmi, sem hafi bara svolítinn tíma til þess að, þú veist, koma þessum gervigreinda fítusum inn í sína vöru og það sé kannski helst svona einhverjir sem eru með svona léttari to-do-lista hugbúnað eða vaktaskipulag hugbúnað eins og Íslendingar hafa nú framleitt. Þeir verið teknir í bakari af einhverju svona vibe coding forritum. Ég veit það ekki alveg, sko. Ég held að það sé kannski ég held að það fari meira bara eftir að, þú veist, hversu hröð fyrirtækin að byrja að nota þetta, þú veist, og það getur verið, þú veist, þú getur notað þetta í fullt af mikilvægum hlutum og svona þungum og erfiðum hlutum, ekki bara einhverju sem er vibe-kóða, en ég held að þannig að ég myndi hafa meira svona, það er einhverju aðrir vinklar en bara sko flækjustigið á verkferlunum sem átt að skipta út, held ég, sem að skipti máli. En þú veist, það verður örugglega eitthvað, ég myndi halda allir með eitthvað svona sem er hvað sem er regulated, þú veist, hefur til dæmis geti verið svona öruggari í einhvern tíma allavega. En svo líka, ég meina, við erum bara í miðjum hvirfilbyl, sko, þannig að ég held að það sé líka alveg þess verið að vera ekkert eitthvað að spá á mikið hvernig framtíðin verður, það er rosalega mikið ryk í loftinu, svo bara mynda þar einhvern veginn. Já. Mér langar að spyrja þig, Þorsteinn, út í 2 fréttir sem voru í nýjasta hluthafanum. Ég er ánægð með því að þú svona fjallum hvað ríki er að gera líka og hvað bæði lagasetningu og stefnumörkun og hvað eftirlitsaðarnir að gera. Þú varst með fréttum það að Seðlabankinn væri að svona einfalda fjármálaeftirlitið. Eða sem það væri svona minnka aðeins kröfurnar sem að sem þeir gera til þeirra sem að sæta fjármálaeftirlitsins Seðlabankans. Hvaða aðilar eru það sem eru að bara svona græða mest á þessari breytingu? Sko ekki. Aðalega bankarnir og þessar stóru og smærri fjármálastofnanir og sko Seðlabankinn, hann í rauninni er búinn að setja svona í opinbera stefnu sína að einfalda svona framkvæmd við fjármálaeftirlit sem mjög jákvætt og gaman að það sé ekki bara eitthvað sem maður svona heyrir bankar segja í fjölmiðlum, að það sé komið svona konkrétt í stefnuna. Og Seðlabankinn er búinn að nefna einhver svona 2 dæmi þar sem hann sko fellir niður einhver svona skýrsluskil, ég man ekki alveg hvað það heitir, einhver svona yfirlit yfir lánasöfn og eitthvað þess háttar. Þannig að maður áttar sig ekki alveg ennþá á því sko hversu umfangsmikið þetta verður. En ég held að það sé örugglega mörg að taka og þetta gildi ekki bara banka, þetta gildi vist líka, er ekki þannig að sko vísisjóðir þurfa að skila einhverjum svona yfirlitum mánaðarlega sko sem þjóna einhverjum svona augljósum tilgangi. Nei, maður aðeins heyrt það, ég var að tala við eitt lítinn sjóð daginn sem er bara með mjög litlar upphæðir, svona íslensku sjóður sem starfar bæði á Íslandi og í Norðurlöndunum og þau vilja meina þessi miklu strangari reglur hér heldur en að þau væru skráð í Noregi eða Svíþjóð og það er bara talsverður tími að skrifa skýrslur að ekkert hafi breyst sko, frá því skýrslu í síðasta mánuði. Annað sem þú varst með í blaðinu er frumvarp ríkisstjórnarinnar að verðbréfafyrirtæki megi borga alltaf 50% af grunnlaunum í bónus, eitthvað sem var mjög umdeilt bæði fyrir og eftir hrun og kannski hvað eru komið mörg ár frá hruni, 18 ár, þannig að 17 kannski. Hvað segir þið báðir? Erum við komin að stað að það megi liðka þarna fyrir og sjá þetta sem jákvætt skref?
Já, klárlega sko og þetta er lítið skref en jákvætt skref því að sko núgildandi reglur um kaupaukar fjármálafyrirtækja þær eru frá árinu 2010 og ganga mun lengra heldur en reglurnar í Evrópu. Þannig að við höfum verið að setja þak á kaupaukagreiðslu sem nema 25% kaupaukagreiðslu fjármálafyrirtækja sem nema 25% af sko árslaunum viðkomandi starfsmanns en víðast hvar í Evrópu þar er hámarkið að minnsta kosti 100% og getur farið upp í 200% ef hluthafafundur samþykkja. Þannig að það getur verið alveg áttfaldur munur á okkur og Evrópu og ég svona sé ekki merki þess að í Evrópu sé einhver óhófleg áhættutaka út af einhverju svona auðvjóðsnúnu hvatakerfi. Þannig að ég held að þetta er svona lítið skref, við erum að sjá verðbréfafélögin, þau fá að greiða núna 50% afslaunum starfsmanns í kaupauka. Bankarnir eru ennþá kampaðir í 25%. Og í Þeir eru rauninni náttúrulega líka með innistæður frá almenningi, mér finnst það líka aðeins réttlætanlegra sko sjálfum. Ég meina það, ef maður skjóti inn í, ég meina það er alveg staðreynd að það er erfitt að starfrækja sem minni verðbréfafyrirtækja sem eru mikla sveiflur og ert með mikinn fastan kostnað, þannig að ef þú getur borgað hærri bónus þá getur mögulega verið með minni grunnlaun og afleiðingarnar af þessu hámarki eru örugglega þær að það er oftar sagt upp og lengur beðið með að ráða sko, þannig að þetta er svona og kemur niður á bæti fólki. við sko að verðbréfafélögin eða fyrirtæki þau fá núna einmitt að greiða 50% og í rauninni mætti færa rök fyrir að þetta vera hærra en vegna þess að það myndi sko að mati ráðuneytisins skapa svona ójafna samkeppnisstöðu starfsfólk með við bankana. Já, við fyrirtækjar ekki bankana. Þannig að fyrst að hækka þakið á bankana til þess að þetta færi hærra. Og það er náttúrulega bara risastór umræða sem færi í alla fjölmiðla og verkalýðsfélögin hefur örugglega skoðun á. Þannig að Hvað segir þú Gísli? Er þetta jákvætt skref? Ég er ekkert eitthvað endilega sérstaklega skoðun á einhverjum prósentum, en mér er bara almennt að það eigi bara að vera meiri bónusar í launastrúktúrum á Íslandi. Hafandi unni erlendis, það sem er bara mjög standard að vera með base, bónus og long-term incentive strúktúr. Þá einhvern veginn erum við með svona almennt bara base sem er pínu eitthvað leiðilegt og já, þú veist, þannig að ég held að það sé einst það bara hjálpað, sko, ég held að umræðan ég myndi nálgast þessu umræðu ekki út frá því að vera með á móti hvað prósentum fyrir bankafólki að vera, heldur bara allir hinir að líka fá og samtengja þá gang fyrirtækjanna betur við hag starfsfólks, sko. Spennandi, það er alltaf við umræða núna að launahækkanir hafa verið miklar og ekki innistæði fyrir þeim, þannig að spurning hvort þetta geti verið útspil hjá Bjarna Ben í næstu kjarasamningum. Heyrðu, takk fyrir komuna í hreyfingarlistanni og ræðum það, strákar. Takk. Takk. Takk.